Við erum hérna stödd á bænum Narfastöðum í Reykjadal. Frá þjóðveginum lítur þetta út fyrir að vera ósköp venjulegu sveitabær. En hér frekar öflugt fjölskyldufyrirtæki, er það ekki? Jú, það stemmir. Við náttúrulega erum stödd í fjárhúsi, 500 kinda fjárhúsi og sjálfur sér lítur út fyrir að vera fjárhús þegar þú horfir hérna upp yfir. En faðir minn hann byrjaði 1988 í gömlu húsi sem hér upp á Hólnum með gistingu og á þeim tíma var enda ferðaþjónustan alveg gjörólík því sem núna. En síðan 1990 hefst hann handa við að breyta þessum fjárhúsum og fyrstu gestirnir gista hér sumarið 1991 og hann hugsaði þetta sem eitthvað að dunda við ellin eftir að fóru eftirlaun en 1997 þá bætum við votuslaugina sem er hér á bakvið. Þannig að þá vorum við komið 43 herbyggi í rekstur. En hvernig er að breyta fjárhúsi í gistiaðstöðu fyrir fólk? Það er náttúrulega, má alltaf deila um það hvort þetta sé gáleitt að taka svona hús sem er byggt fyrir allt aðra starfsemi. En við náðum að gera þetta mjög ódýrt í upphafi að pabbi og bróðir hans Sveinn heitinn sem var trésmiður, þeir unnu þetta mjög miklu leyti sjálfur. Þannig að það tókst að gera þetta tiltölulega með tiltölulega litlum kostnaði. En þetta voru gríðarlega góð fjárhús og maður segir stundum þetta skýrir það hverju lambakjöt er svona dýrt á Íslandi að þetta skulle verið byggt við sauðfé. En það tókst eiginlega alveg ótrúlega vel að breyta þessu og svona það er góður andi í húsunum, fólki líður vel hérna og þannig að þetta tókst ágætlega til. Lýstu því aðeins fyrir okkur hvaða aðstæða er hérna í boði fyrir fólk? Það er fyrst og fremst þetta rauninni bara eins og hvert annað gisthús eða hótel að við erum sem sagt með herbyggi bæði með sér baði og sameiginlegu baðherbergi og þeim náttúrulega fylgir morgunverðarhlaðborð og síðan bjóðum við hér upp á kvöldverðarhlaðborð öll kvöld yfir sumarið. Ég reyndar frétti að kvöldverðarhlaðborðið hér væri það besta bara á Norðurlandi þó við að vera leitað. Takk fyrir það. Allavega fólk er afskaplega ánægt og eðli málsins samkvæmt þá förum við svo sem sjaldnast yfir sumar og borum einhvers staðar annars staðar. Það er bara ekki tími til þess en gestabókin svo sem hún auðvitað segir til hvernig fólki líður og það er alltaf gaman að lesa hana. En hvernig er opnunartíminn hjá okkur? Þeir eru bara með opið á sumrin? Já, við erum bara með opið á sumrin. Við opnum 1. maí og lokum 15. október og kannski svolítið á skjön við lengingu ferðamannatímans en samfara þessari lengingu og þessari aukningu þá hefur náttúrulega sprottið upp alveg urmull af giststöðum og það eru skortir alls ekki gistir í miðveturinn. Það kannski skortir frekar ekstra grundvöll fyrir alla þessa staði og í raun að þá er kannski bara betra að þjappa gestunum saman svo litið og gefa þeim betra svigrúm sem eru að reyna að halda úti fullri starfsemi á veturna og við náum að láta reksturinn bera sig sem sagt af þessum réttum 6 mánuðum. Já, þeir náðu því? Já, það er að ganga núna. Þetta er náttúrulega, við erum búin að vera lengi 28 ár í þessu og erum svona orðin gamall gróin. En svæðið hérna í kringum Narfastaði er merkilegt að mörgu öðru leyti en þessu? Í raun og veru, bæði höfum við gríðarlega mikið fuglalíf. Það eru á 3. tug fuglategundir sem að verpir hér í Narfastaðalandi og hér er mikið skógrækt. Pabbi er búinn að planta, ég held ég farið rétt með hennar í 500.000 trjáplöntum síðan hann fór að stúsast í því komin á eftirlaun. En síðan höfum við gríðarlega mikið af fornleifum og menningarminjum. Það eru rétt 300 örnefni í Narfastaðalandi. Þetta er enda stór jörð og rétt 1800 hektarar og það eru nærri 300 örnefni. Það er búið að hnitsetja þau með GPS hér bil öll eða öll sem við getum fundið og síðan létum við fornleifaskrá jörðina 2004 og það eru rétt 100 skráða fornleifar á jörðinni.
Er þetta eitthvað sem að þið hafið hugað að blanda saman við ykkar ferðaþjónustu? Það er rauninni staðið til lengi að nýta þetta og umræðan er alltaf aukast hvernig getur nýtt þessar menningarminjar í ferðaþjónustu. Og vonandi bara innan fárra vikna þá verðum við klár með gönguleiðir fyrir, kannski fyrst og fremst okkar gesti til að byrja með. Flest allir fara í svolítið kvölduröld áður með að fara að sofa og við eigum með tiltölulega einföldum hætti að geta leitt fólki í gegnum þessar minjar. Þær vísu njóta verndar, auðvitað minjastofnunar og það þarf að gæta að því þegar að þær eru merktar og aðgengi gert að fara eftir settu reglum og náttúrulega stuðla að áframhaldandi verndun þessara minja. En íslenska fornleifar eru oft þess eðlis að það sjást mjög illa. Þetta er rauninni bara þúfukollar í landslæginu sem að við nánari skoðun þá kemur í ljós að þetta eru hugsanlega leifar af mörg hundruð ára gömlum bæjum eða útihúsum. Og hér upp í brekkurótunum höfum við slíka minjar frá 14. og 15. öld. Þarna hefur vantilega búið þó nokkur hópur af fólki og með sinn búskap og það sem okkur langar að gera er að leiða fólk að þessum minjum og með kynningu, hvort sem það er á pappír eða stafrænu formi, að koma því til leiðar að svona minjarnar svo lítið lyftist upp á jörðinni og fólk átti sig á því hvað það er að horfa á. Fyrst í stað þá kannski sér fólk ekki nokkuð skapaða hlut, en markmiðið er að þegar það gengur tilbaka þá sé að búa að fá smá nasasjón af því lífi sem geti hafi verið þarna í Ytragerði fyrir 500-600 árum. Spennandi. Og það eru endalausa möguleikar út allt land í þessu. Það er bara hvernig við nálgumst þetta og hvaða forsendur við höfum til þess að miðla upplýsingum, hvað sé vitað minjar á hverjum stað.